Sælir, ég ætla að taka A-sætið núna. En ég fattaði að ég hef búin að sýna ykkur 6 mollur sem ég var búin að segja að það væri engin mikilvægari en önnur. Ég held ég bara kannski setja smá, sjá. Segi ykkur það að mollan sem lendir hérna er alltaf mikilvæg. Þið segja mikilvægust og mér finnst þessi til að taka það út þannig að þeir russi ekki á móti okkur. Það brennur bakvið og brennir allt plássið, þú veist. Ég gæti smókað hana til að ressa okkur en við gætum þá sleppt þessari mollu og molluna sem lendir hérna. Það var hræðilegast. En þessi sem sagt, gætum sleppt henni og bara klíra þetta vel þegar við komum upp. En þá tökum við þá bara það hér og annan hér. Myndum sleppa þá henni og myndum setja þessa mollu hérna í bara algjört auka. Þegar svona við pælum í og lendir hún ekkert. Þú veist, ef þú ert mættur inn í hornið þá ertu ekki að brenna, sko. En við getum sleppt þessu mollu sem ég er búin að sýna núna. Við myndum taka þessar tvær sem ég kastaði héðan. Þannig að gæinn sem að kasta smókinum hér, hann geti verið til dæmis entry, það er fín tímasetning að kasta smókinum og hlaupa svo bara með byssu úti og meðan að þessi kastar þá smók á sama tíma. Fer svo bara í kannski flass, molla, molla og flass. Og þá eru þið komnir með fremsta mann og þeir sem eru búin að vera að defenda og fylgja bara fast á eftir. Þessi gæti svo tekið við þessu hengul eða við erum allan að passa að hafa manninu ennþá hérna meðan það er verið að kasta þessu öllu. Við erum búin að tryggja ágætlega í bak. En A-megin verður auðvitað þessi molla hérna. Við vorum með mannstaðsettan hér, við vorum með mannstaðsettan í stígunum inn í apps. Við vorum með einn hér, einhvers staðar. Ef við ætlum að taka A, þá verður kannski fínt ef þessi tveir hérna myndu sækja fram á við hér. Einn kemur yfir á B, við viljum kannski ekki beint missa banana, við viljum banana control. Við getum alltaf, þetta mapp er svo mikið fram og tilbaka. Þannig að við getum kannski farið 3 upp miðju, smókað annarkvort þessa hlið eða þessa hlið, hvort sem við viljum. Myndum vera með einn að lurka í apps. Smókar, þau kannski getum með neitt beint execute á þessu en eitthvað sem getur hjálpað okkur. Þetta er eiginlega ekki hotn hérna, þetta er svona meira eitthvað slide en bara tvöfald að fá D hérna. Kemstu næst þessum stað sem við viljum og kastar hérna í, það koma svona eins og munstur á þessa reglíf. Munstri hérna, hoppar, það lendir hérna fyrir miðju. Gæinn sem kemur af B yfir getur kannski kastað þessari smók. Með eina smókina sem ég veit ekki alveg hvort það sé useful en maður kastar hér eða hérna, hún lendir best. Hún lendir svona eiginlega fyrir þessu leiðilega svæði þarna sem getur verið erfitt að klíra. Það geti þá komið hérna upp og tekið meira isolated duels allavega, en þú myndir alltaf búist við að það geti verið gæi hérna bak við smókin. Gæinn sem er að lurka hér. Gætum sem sagt sett meiri kraft á hann. Þú veist, ef hann er búin að ná pikki hérna í apps, búin að ná gæjanum sem er hér eða ná gæjanum sem er hér. Við viljum taka þetta pláss hérna og það er molla sem er þetta er sirka svona einhvern veginn held ég.
sem að fer niður í guð. Það var ekki að vera svona flókið. Svona. En eins og sé, það er mikið sem að getur farið úrskis. Ég veit ekki alveg hvernig það var að læna henni upp. Þú verður bara upp við þennan staur þá held ég. En nei, það virkar ekki einu svona. Ok, upp við staurinn. Horfir á kantinn. Lappar áfram og hendir. Nei. Ok, við vinnum aðeins í þessari. En það er allan smókur þess að geta hjálpað ykkur að lörka út. Farið í þetta hotn. Niður hér. Hann springur svona, þannig við getum isolatað. Það er líka hægt að flassa eins. Bara eins flush í rauninni. Þannig að ef ykkur horfir í aðra áttina og fer svo út. Þetta kasta flushum líka hérna bara. Þetta eru flushin sem ég hef verið að nota oft. En þetta er mjög mikið notað á pros. Og það er mikilvægt kannski fyrir okkur bara að vita hvar flushin springa. Þannig að við getum verið að horfa okkur annað ef ykkur segist alltaf að vera að flassa. Já, við þarfum eiginlega að sækja þessa mollu betur. Hún á að vera rosalega einföld. Bara ekki að ná að kasta henni núna. Allavega ekki með neinu ákveðnu line-upi. Já. Þessi smók hérna er hægt að henda bara, þú veist. Bara held ég svona einhvern veginn. Nei. Okay, hvernig kastaði hann hérna líka. Hann var með line-up fyrir hann einhvern veginn. Hvað var það? Það var bara hérna loftnetið. Loftnetið er fínt, þá getur við farið short. Sem er kannski, já. Annars er þetta að henda hinum, ef við ætlum að fara along við. Það er alltaf að henda hinum smóknum bara hérna þessuna svona. Það er þetta að henda flassi hérna eins, springur fyrir hotnið. Þess að gott flass, bara springur fyrir, þannig að þessi blindast og líka hérna. Alveg. Já, ég er svo sem ekkert meira að segja A. Og ástæðan fyrir ég sagði að við myndum ekki fara A nema við myndum ná pikki bara þannig við séum allavega með eitthvað struktúr, þú veist. Það er ekkert einhver ástæð fyrir því að það sé ekki hægt að fara A nema við náum pikki en þannig bara, þú veist, að við búum til bara eitthvað svona triggerpunta hjá okkur sem að búa þá til eitthvað ákveðið annað gameplan og allir eru sammála það bara þarf að vera minni hugsun í gangi eitthvað annað heldur en bara með að skjóta sem að allavega eitthvað sem mér finnst þægilegt. Mér finnst það truflaði mjög mikið að þurfa að vera að tala leikinn endalaust. Mér finnst það ekkert mál að gefa info en eitthvað að vera að pæla svona, þú veist, hvað maður gerir í næsta rándi og eitthvað svoleiðis. Það geti haft það sem styðst, þannig að allir myndu bara, já, ok, þetta gameplan eða eitthvað, skiljið. Það er ok. Ekki meira að segja þetta map í bili.